Jæja, gott fólk, ég bara út af svölum og hef það bara hefið gott og ég elska þennan filter, hann aðeins lætur mig líta betur út, sko. Ég búinn að vera með einhverja, fóbíu, bara mannafæli, veit ekki hvað á mér. En þessi tími er mjög góður til að fara til Mexíkó. Ég flaug til Cancún, svo var ekki nema klukkutíma ferð hingað til Playa del Carmel, sem náttúrulega yndislegur staður og ég á hótelinu og á aðalgötunni, sko. Og ætla ég að vera í einhvern tíma, sko, og ég ætla bara að njóta lífsins og bara gera allt sem ég má gera, þú veist, stjórnar enginn mér, ekki frekar einhver þér, segir svona. Já, þetta mjög góð tími, þú veist, núna 30. og 1. í aðventu. Til hamingju með aðventunar, kæru vinir og ættingjar og so on, sko. Já, þetta bara æðislegt ævintýri. Þetta bara lífið númer þetta. En við erum öll mannleg og alltaf, þannig að ég svolítið að gera glansmynd með því að setja smá filter. Þannig að ég tek það fram að mér langar bara að koma því á framfæri að stundum þarf maður þetta bara eins og farði bara, þú veist. Maður, ekki alltaf farðar fyrir upptökur og það margt sem ég búinn að vera að hugsa með podcast og allt þetta og ég bara tala þetta svolítið langa tíma, en maður bara að reyna að koma sér svolítið upp, þú veist. Ég meina, maður verður alltaf svo, þess vegna maður erlendis á þessum tíma til að lyftast andlega, spiritual upp. Þannig að ég alveg eins og þið og þetta bara smá filter til að láta mér líða betur með sálina, innri sálina og utan. Oh my god, það fullt af maurum inni og ég ætla að láta eitra fyrir þessu, helviti. Ég bara fór út á svalir og ég þoli ekki svona pöttulíf. Þó að ég viti alveg að ég á stað þar sem allt morandi í öllu þessu drasli, sko. Ég veit það alveg, ég geri mér alveg grein fyrir því. Það bara, þú veist, þetta bara hreinn og beinn viðbjóður og stundum bara verður maður að segja og bara standa á sínu og þetta bara ólöglegt að bjóða manni upp á þetta. Og maður með demans, hann meðlimur hjá Hilton og ég búinn að vera að styrkja Hilton öll þessi ár og þeir eiga bara að gera það sem ég bið þá að gera og hana nú.